sem fjórði liður á dagskrá og þar tekur til máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, við vildum setja umræðu loftslagsmál á dagskrá því að þau eru auðvitað hafa verið mikið í deiglunni undanfarin misserin, eru sérstaklega mikið í deiglunni núna í aðdraganda Parísarfundar, þar sem að ríkjaráðstefna og alþjóðleg loftslagsráðstefna og ráðstefna borga loftslagsmál fer hönd í hönd. Og hefst næstu mánaðamót og stendur í 10 daga. Það eru miklar vonir bundnar við þessa ráðstefnu eða öllu heldur það ríður mikið á að hún heppnist. Reykjavíkurborg hefur sett fram nokkuð metnaðarfull markmið í aðalskipulagi árangur í loftslagsmálum. Okkur finnst ekki hafa gengið nógu vel að ná þeim árangri sem þarf og höfum verið algjörlega opin með það. Það sem þarf til miklu nánar og betra samstarf við ríkisvaldið, sérstaklega varðandi þau áform sem geta skipt verulegu máli til þess að árangur náist og svið almenningssamgangna nái fram að ganga. Þar erum við bæði að tala það að staðið verði við samninginn framlög ríkisins til strætó, en líka hitt að setja á dagskrá hugmyndir hraðvagnakerfi eða léttlestar sem geta skipt miklu máli til þess að auka afkastagetu almenningssamgangna. Að vettvangi borgarstjórnar þá höfum við auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi í loftslagsmálum gegnum Compact of Mayors, gegnum ICLEI sem eru samtök Sameinuðu þjóðanna í samtök borga undir hatti Sameinuðu þjóðanna sem að vinna að því að skiptast á upplýsingum og því sem best gert í loftslagsmálum. En þessi líka skemmst að minnast að í júní síðastliðnum á höfuðborgarráðstefnu Norðurlanda þá hafði Reykjavíkurborg frumkvæði að því að höfuðborgir Norðurlanda myndu gefa út sameiginlega yfirlýsingu í aðdraganda Parísarfundarins. Hún nú í húsi og kjarninn í henni sá að höfuðborgir Norðurlanda ætla sér að ná ekki bara standa við og taka þátt í að ná markmiðum sem að stjórnvöld viðkomandi landa setja fram í París, heldur ætla sér að gera betur. Þessi yfirlýsing hefur auðvitað verið lögð fram og verið samþykkt í borgarráði og það hefur verið full samstaða það og fyrir það vil ég þakka og það raunar mjög mikilvægt. Þess vegna held ég kannski þvert og opinbera umræðu, það sé líka mjög mikilvægt að fulltrúar allra flokka verði á loftslagsráðstefnunni í París. Það einstakur vettvangur til að setja sig inn í það sem efst á baugi í þessum efnum og þær aðgerðir sem að aðra borgir hyggjast grípa til í loftslagsmálum og fleiri, því að stóru tíðindin kannski í París fyrir utan það að fleiri ríkisstjórnir hafa bundið eða skuldbundið sig til þess að ná árangri í aðdraganda fundarins en nokkru sinni áður, að þá þátttaka borga og þeirra aðila sem eru kallaðir non-state actors eða aðrir heldur en ríkisstjórnir hefur aldrei verið meiri. Sem innlegg í það að þá hafði ég frumkvæði því fyrr á þessu hausti að kanna áhugann á því í íslensku atvinnulífi gegnum festu samtök fyrirtækja samfélagslega ábyrgð, áhuga fyrirtækja á því að skrifa undir yfirlýsingu í loftslagsmálum. Undanfarnar vikur hefur verið unnið að þessu með því að halda kynningarfundi í Höfða og senda út bréf á aðildarfyrirtæki festu og 300 stærstu fyrirtæki landsins og viðbrögðin voru býsna óvænt. Ég hafði gert mér vonir að kannski 10 til 20 fyrirtæki, í hæsta lagi 50 í mínum viltustu draumum skulum við segja. Framsækin fyrirtæki myndu melda sig. En í gær var undirritað í Höfða yfirlýsing með þátttöku 103 íslenskra fyrirtækja.
Og þetta voru ekki bara hvaða fyrirtæki sem heldur flest stærstu fyrirtæki landsins voru í þessum hópi, auk stofnana eins og háskólanna og Landspítalans. Þarna voru Icelandair og WOW, þarna voru Össur, Marel og CCP, þarna voru fjölmörg framsækin fyrirtæki úr öllum hliðum Íslands atvinnulífs, HB Grandi sem hefur vakið athygli að undanförnu fyrir mjög framsækin verkefni á sviði umhverfismála, og það var að mörgu leyti magnað að finna þá samstöðu sem var að við gætum gert betur sem samfélag, við þyrftum að vinna saman. Markmiðið með festuverkefni að öll þessi fyrirtæki verði búin að setja sér markmið í loftslagsmálum og varðandi meðhöndlun úrgangs mitt næsta ár, og festa mun vera vettvangur til þess að halda utan vinnuna við þetta og tryggja að þessu verði vel staðið, og við höfum átt alveg frábær samstarf við festu í þessu efni. Þannig að við komum til Parísar sem ein órofa heild, borgarstjórn, með okkar bestu sérfræðingum á þessu sviði og leggjum annars vegar á borðið sameiginlega yfirlýsingu höfuðborgar Norðurlanda í þessum efnum og hins vegar yfirlýsingu 103 flestra stærstu fyrirtækja Íslands sem ætla að vera samstíga í að ná þeim árangri sem þarf á næstu misserum og árum til þess að Ísland geri sitt í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Við munum í borgarráði næstu viku fá skýrslu starfshóps aðlögun vegna loftslagsbreytinga sem við settum líka af stað í haust. Þar verður lagt til að við herðum skrúfurnar og setjum okkur ný töluleg markmið, bæði til skamms og langs tíma eins og þarf, til þess að við stöndum undir nafni sem leiðandi borg á þessu sviði, sem græn borg og handhafi eða fyrrverandi handhafi umhverfis- og náttúruverndarverðlauna Norðurlandaráðs. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá er Greta Björg Egilsdóttir borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti, borgarstjóri og kæra borgarstjórn. Ég verð að fá að vera sammála borgarstjórunum það sé mikilvægt að við sýnum samstöðu þegar kemur að þessu málaflokki, vegna þess að það að bregðast við þeim áhrifum sem aukin losun á gróðurhúsalofttegundum hefur á lífríki, veðurfar og hlýnun jarðar eitthvað sem varðar okkur öll. Þessi áhrif eru hnattræn og okkur ber skylda að grípa til aðgerða fyrir komandi kynslóðir til að tryggja þeim öruggt og heilnæmt lífsviðurværi sem og sem best lífsskilyrði. Það er nauðsynlegt að grípa til aðgerða strax til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og setja fram áætlanir hvernig hægt sé að bregðast við breytingum á loftslagi eins og verið að vinna í. Mælanleg hlýnun jarðar 0,74 gráður síðastliðin 100 ár og verður mælanleg hlýnun jarðar ekki útskýrð eingöngu út frá sólarljósi og eldgosum eða öðrum náttúrulegum þáttum, heldur einungis ef við tökum tillit til losunar gróðurhúsalofttegunda og áhrifa mannsins. Þessi hlýnun lofthjúpsins lýsir sér ekki eingöngu í hlýnun andrúmsloftsins eins og við vitum, heldur einnig í hlýnun hafsins, hækkandi sjávaryfirborði, víðtækri bráðnun á ís og snjó og aukinni hættu á flóðum ásamt því að draga á líffræðilegum fjölbreytileika. Loftslag á norðurslóðum breytist hvað hraðast og bráðnun ísbreiðunnar á Grænlandi hraðari en nokkru sinni fyrr, sem leiðir til hækkunar sjávarborðs og getur svo hækkun haft alvarlegar afleiðingar fyrir samfélög sem liggja á lágsettum strandsvæðum og mun fyrr eða síðar hafa áhrif á lífsskilyrði fólks allan heim og þá kannski sérstaklega þeirra sem búa við fátækt og erfiðleika. Lífsskilyrði í sjó munu einnig breytast vegna breytinga á sýrustigi, seltu og straumum og flóðahætta eykst á frjósumum og þéttbýlum svæðum eins og fram kemur á heimasíðu Umhverfisstofnunar. En talið að allar þessar breytingar muni enn frekar auka á þann vanda sem nú þegar steðjar á mannkyninu vegna mikilla fólksfjölgunar á jörðinni. En af hverju þessi áhrif? Jú, nú ætla ég að fara með ykkur í smá upprifjun. 99% af lofthjúpi jarðar samanstendur af köfnunarefni og súrefni og hleypir lofthjúpurinn í gegnum sig sýnilegum geislum sólar en heldur inni miklu af varmanum og kemur þannig í veg fyrir að mikið varmatopp frá jörðinni.
Ef ekki væri fyrir lofthjúp jarðar, að þá væri meðal hitastigið á jörðinni -19 gráður í stað +14 eins og það núna. Og eins og við vitum öll þá þessar lofttegundir sem að flokkast undir gróðurhúsalofttegundir koldíoxíð, metan, óson, glaðloft, brennisteins, hexaflúoríð og ýmsu halógenefni. Og myndast þessar lofttegundir til dæmis við brennslu jarðefnaeldsneytis fyrir tilstefni rotnunar eða eru manngerðar. Og gallinn að þessar lofttegundir hafa langan líftíma í andrúmsloftinu sem gerir það að verkum að áhrif þeirra gæti lengi. Frá upphafi iðnbyltingarinnar hefur styrkur koldíoxíðs í andrúmslofti aukist 33%, en sé tekið tillit til losunar annarra gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum, jafngildir það því að styrkur koldíoxíðs hafi aukist 50%. Á Íslandi jókst losun gróðurhúsalofttegunda, 30% frá árinu 1990 til 2010 og var áætluð losun gróðurhúsalofttegunda í Reykjavík jafngildi 347.000 tonna árið 2013 eða sem jafngildir 2,86 tonnum á hvern skráðan íbúa Reykjavíkurborgar. Markmið Reykjavíkurborgar til ársins 2020 að minnka nettólósun gróðurhúsalofttegunda 35% en 73% sé miðað við árið 2050 eftir því sem fram kemur í umhverfis- og auðlindastefnu borgarinnar. Að sjálfsögðu getur hver og einn íbúi lagt sitt af mörkum til þess að líklegra sé að þessum markmið náist, til dæmis með því að velja umhverfisvænni samgöngur eins og oft búið að koma inn á hér í dag. Heimilishaldi þannig að næstu eftir samgöngunum hvað varðar losun gróðurhúsalofttegunda hjá íbúum, en þar skiptir kannski mestu að það þarf að flytja mikið af matvælum inn til landsins, að mikið af neysluvöru inn til landsins, en við getum haft áhrif á markaðinn í átt til sjálfbærari og vistvænni lausna með því að velja vörur í endurnýjanlegum umbúðum, minni umbúðum, fjölnota umbúðum og vistvænni vörur. Við getum verið duglegri við að hámarka nýtingu hluta, henda minna af matvælum eins og búið að vera í fréttum að við erum að sóa óhemju miklu magni af matvælum og ásamt því að hámarka orkunýtingu heimilina. Hér liggur fyrir fundinum síðar á eftir yfirlýsing höfuðborgar Norðurlanda sem lögð var fyrir á fundi borgarráðs þann 12. nóvember síðastliðinn og slík yfirlýsing í samræmi við það sem ríki Norðurlandana eru að gera til þess að leggja sitt af mörkum til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og aðlaga samfélaginu að breyttu loftslagi. En þann 28. október síðastliðinn undirrituðu ráðherrar Norðurlandana sameiginlega yfirlýsingu á árlegu þingi Norðurlandaráðs hér í Reykjavík þess efnis að þeir vildu ná fram alþjóðlegum lagabindandi samningi í París nú í desember sem stuðlaði að því að koma í veg fyrir að meðalhitastig í heiminum hækki meira en 2 gráður á Celsius sem einnig kemur fram í yfirlýsingu borgarstjóra höfuðborga Norðurlandana. Einnig kom fram í máli ráðherranna að Norðurlöndin hefðu verið í forystu þegar kemur að því að aftengja losun gróðurhúsalofttegunda heima fyrir frá hagvexti og að aðgerðir þá veru að draga úr gróðurhúsalofttegundum gætu haft í för með sér efnahagslegan ávinning, svo sem með því að hvetja til fjárfestinga og nýsköpunar, geti haft jákvæð áhrif á heilsu og orkuöryggi ásamt því að skapa atvinnu. Það því til mikils að vinna fyrir okkur öll, komandi kynslóðir á framtíðina, við leggjum okkar lóð á vogarskálarnar og sjálfsögðu Reykjavíkurborg engin undantekning þar eins og komið yfir hér fram í máli borgarstjóra. Ég vil í lokin taka undir það hversu ánægjulegt það að forsvarsmenn fyrirtækja vilji sýna samfélagslega ábyrgð með því að skrifa undir yfirlýsingu varðar loftslagsmál og með því að taka þátt í þessu samstarfsverkefni til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og draga úr myndun annars úrgangs. Ég held að þessi algjörlega þverpólitísk samstaða það að þessi málaflokkur sé mjög mikilvægur og að hérna leggjum við öll okkar lóð á vogarskálarnar. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir næsta mælendaskrá og þá Júlíus Sigurd Ingason, borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Nei. Forseti, ég tek undir það að ein hættulegasta og hljóðlátasta umhverfisógn sem steðjar í jarðarbúum hlýnun jarðar og þær afleiðingar sem veðurfarsbreytingar munu hafa á lífsgæði og afkomu okkar allra. Ef ekki næst samstaða meðal þjóða að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda út í lofthjúp jarðar munu hundruðir milljónir manna missa heimili sín og lífsviðurværi að því að land þeirra hefur sokkið í sæ eða orðið að gróðursneyðri eyðimörk. Við höfum þegar séð hvernig þessi þróun leiðir til matvælaskorts og hungursneyðar einkum í vanþróaðri löndum þar sem landbúnaður mikilvægur og jarðvegur víða þurr og ófrjósamur.
Styrkur gróðurhúsalofttegunda hefur margfaldast frá tímum iðnbyltingarinnar og það er ýmislegt sem að við getum gert hér í Reykjavík áður en förum að snúa okkur að stærri og dýrari verkefnum sem að hér var nefnt eins og til dæmis léttlest og þá er ég að hugsa mjög gott minnisblað sem að lagt var fram í umhverfis- og skipulagsráði. Það er að segja Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur tók saman að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þeirra fulltrúa sem eiga sæti í umhverfis- og skipulagsráði, upplýsingar loftgæði í borgum og norðlægum slóðum og svo samanburður við Reykjavík að þessu leyti. Þetta er 7 síðna samantekt Heilbrigðiseftirlitsins og ég leiði mér að tækifæri hér og enn einu sinni þakka Heilbrigðiseftirlitinu fyrir þessa mjög góðu samantekt og þar kemur ýmislegt fram sem að kannski margt hvert að við vissum en líka einnig ýmsir hlutir sem við getum gert án þess að hafa gríðarlega mikið fyrir því. Þar sem að svifryk er náttúrulega það sem talið er að helst leiði til ótímabærra dauðsfalla og þetta er það sem er helst og viðkvæmasta mengunin hér en óson fylgir þar fast á eftir. Og áhrif svifryks á heilsu fólks er að mjög miklu leyti háð stærð agnanna. Almenningur finnur þó mismikið fyrir áhrifum svifryks en aldraðir og börn þeirra sem eru undirliggjandi öndunarfæra og eða hjartasjúkdóma eru viðkvæmastir og nú er ég með leyfi forseta að lesa aðeins nokkrar setningar úr þessar ágætu samantekt. En það sem að kannski við ættum nú að hafa í huga er nokkuð sem að stendur okkur nærri og sem að sker okkur úr öðrum borgum og það er að Reykjavík sker sig úr frá nágrannalöndunum varðandi brennisteinsvetni og brennisteinsdíoxíð. Brennisteinsvetnismengun á höfuðborgarsvæðinu á uppsprettu sína vegna virkjanaframkvæmda á háhitasvæðum í nágrenni borgarinnar, Nesjavalla og Hellisheiðarvirkjun. Þetta er nokkuð sem hefur verið til umræðu núna og þetta er Orkuveitur Reykjavíkur að vinna í því að halda þessari mengun niðri en þetta er mengun sem að veldur miklum óþægindum fyrir æði marga, getur hindrað öndrun, erft augu, nef og háls og valdi köfnun, hósta, öndunarsjúkdómum, öndunarfærasjúkdómum og óþægindum í brjósti. Þannig að ég vil nefna þetta sem svona einfalda hluti sem við ætlum kannski að hugsa ekki það ég sé að draga mikið við þess að við tökum þátt í ráðstefnu loftslagsmál í heiminum almennt. En við spurðum einnig í okkar fyrirspurn í umhverfis- og skipulagsráði svifryk og hvað hægt væri að gera til að koma veg fyrir það. Og þá kemur hér fram að í Helsingi brugðust við miklum svifrykstögum með rykbindingu á götum með kalsíumklóríð og í Stokkhólmi eru götur einnig rykbundnar með magnesíumklóríð ásamt kalsíum-magnesíum-acetat og ég verð að gefa góða raun. Síðan er sagt að stundum henti þetta nú ekki í Íslandi hér í Reykjavík vegna þeirra aðstæðna sem hér eru og sömuleiðis er tekið fram hér að norðmenn hafa farið þá leið að leggja skatta á nagladekk og það hefur gefið góða raun í því landi. En eitt er hérna líka nefnt í þessu áliti og það er að mörg þeirra landa sem við berum okkur saman við eru með loftgæðastjórnunarkerfi þar sem hægt er að spá fyrir loftmengun. Og það eru svona hlutir sem að ég er að nefna hér sem að geta skipt miklu máli fyrir okkur. Köfnunarefnis díoxíð er einnig mjög mikilvægt að við skoðum vel og þá kannski ekki síst vegna þess að með lögum álagningargjöld á bifreiðar hefur neyslustýringu verið háttað þannig að neysluvenjur kaupenda hafa farið út í það að kaupa meira dísilbíla heldur en bensínbíla og eins og kannski sumir þekkja þá menga dísilbílar einmitt köfnunarefnis díoxíði. Og tvær borgir að minnsta kosti sem ég hef lesið mun banna notkun dísilbíla í framtíðinni í miðborgum og það er London og París og það er einmitt vegna þessari NO2 mengunar sem kemur á dísilbílum sem er í raun að vera miklu hættulegri mengun heldur en af bensínbílum. En ég svo sem fylgst með þeim breytingum sem orðið hafa sem ræði miklar á mengun vegna bíla, vegna minna fyrir starfa og það er einfallega þannig að það eru samræmdar reglur meðal framleiðenda sem settar hafa verið í Evrópu og síðan í Ameríku allt frá árinu 1958
sem að eru homologation reglur sem að miða því að minnka útblástu bifreiða. Og þetta svo svona hlutur sem að þessu var nú tekið frekar fálega fyrst í stað og kannski ekki síst af neytendur vegna þess að þetta olli því að bílar eru dýrari og þeir eru kraftminni og svo framvegis, en þeir menguðu minna og framleiðendur kvörtuðu yfir þessu líka. En síðan held ég að allir neytendur og framleiðendur hafi átt að sig á því hversu mikilvægar þessar reglur voru og hverju miklu þær hafa breytt. Minn fyrsti bíl var Trabant Limousine Deluxe, bíl frá Austur-Þýskalandi með tvíkingisvél sem að ekki bara brendi bensín heldur líka olíu og mengaði svo mikið að ekki nokkur manni dytti í huga að gá svona bíl hér á götum borgarinnar í dag. Engum fannst þetta óðurlegt þá. Það var allt í fína og enginn vissi hvað mengun var eiginlega. Og á svipuðum tíma þá vann ég í álverinu og þar hafði verið settur upp svona mengunarbúnaður á strompana sem að olli því að mengunin fór aldrei út úr skálanum. Þannig að við sem unnum inn í skálanum við vorum eiginlega síjan fyrir allan þennan viðbjóð sem kom upp úr kerjónum. Þannig að þegar við komum heim á kvöldin þá vorum við hóstandi þessu upp úr. Engum nokkur manni datt í huga þetta verið neitt alvarlegt og ekkert við þetta aðtuga. En engum dytti í dag í huga að vinna við slíkar aðstæður. Þannig að svona hafa hlutirnir breyst sem betur fer og við náttúrulega sjáum þegar við horfum á gamla myndir af Reykjavík eða tala ekki svona stærri borgum eins og London og þá ríkir svona svart ský yfir öllu saman. Miklu leyti vegna kolahitunar en líka bara vegna mengunar. Og þeir sem komu til þessara borga fyrir nokkuð mörgum árum finna mjög mikið mun á því hversu mengun hefur minnkað og hversu fólk farið að taka alvarlega þessum viðvörunum og þeim afleiðingum sem að mengun hefur. Við höfum auðvitað að leggja okkar að mörkum og taka virkan þátt í að draga úr losun koldíoxíðs og lækka þannig styrk gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti. En hann eykst eins og við þekkjum, enda taka ekki allar þjóðir þátt í að minnka losun. Það munu vonandi allar þjóðir gera sem hittast í París á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í þessu mánuði og ég vona að þar verði undirritað bindandi hnattrænt samkomulag varðandi losun til ársins 2030 og ég segi bara við þá fulltrú okkar sem ætla að fara þangað, góða ferð og vonandi verði einhvers vísari. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá er Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Kæri forseti, kæra borgarstjórn og kæru borgarar. Ég fagna hér umræðum loftslagsmál. Þetta er auðvitað viðfangsmikið mál og hægt að nálgast frá mörgum sjónarhornum. Og ég kemst ekki frá því að hugsa til þess að fyrir 2 vikum var ég mitt stödd í París sem er auðvitað búin að vera mikið í fréttunum upp á síðkastið og hefur auðvitað tekið okkur öll. En það sem líka, vakti mig til umhugsunar þar sem ég var stödd þarna í byrjun nóvember var að það var 18 stiga hiti og sól og fólk á hlýraból. Og það er auðvitað, mér fannst auðvitað voðalega notalegt en það vakti mann til umhugsunar að það er ekki eðlilegt hitastig í nóvember. En já, mér langar hér í dag að nálgast viðfangsefnið út frá því hvað Reykjavíkurborg getur gert og hvað ég sjálf get gert. Er ekki talað að breytingar byrji hjá okkur sjálfum, hljóma stundum klisjulega, en klisjur eru oft notaðar af því þær virka. Reykjavíkurborg hefur síðustu ár verið duglega að innleiða og framfylgja grænum skrefum og ég held að við flest þekkjum þau. En þau snúast þess að að efla vistvænan rekstur í starfsemi borgarinnar og minnka umhverfisáhrif sveitarfélagsins í 4 skrefum. Og nú eru alls 113 starfsstaðir sem að styðjast við þessi skref. Mér skilst að starfsstöðum sé nokkuð frjálst að taka þátt og þá spyr ég mig hvort að við þurfum kannski að skoða það að auðvitað ekki þvinga neinn til að taka þátt en kannski að við hvetjum enn frekar til þess að allir stígi sér skref og engu síðar en næsta ári 2016. Mér langar að bara fagna eins og allir hér þessu stóra skrefi sem var tekið í gær í Höfða þegar forstjórar 103 fyrirtækja skrifuðu undir þessa skuldbindingu að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda og mér fannst það bara virkilega tímamóta frétt og ég var svona bara dálítið klökk. Mér langar aðeins að hoppa strax í umræðu sem kannski tengist næsta lið á dagskrá sem snýr að sorpflokkun í Reykjavík. Bláa tunnan sem var innleidd fyrir 2-3 árum, það er að byrjaði fyrir 3 árum og var kláruð í innleiðingu fyrir 3 árum.
Ég tel að hún hafi verið mikil sóknarfæri fyrir Reykvíkinga og ég man það og ég held ég fari ekki rangt með mál að ári eftir að Bláa tunnan kom til sögunar að þá hefði flokkun á pappír í Reykjavík aukist 400% sem segir sig að þetta var svo sannarlega skref sem átti að hafa tekið fyrir löngu síðan og núna megum við auðvitað fagna því að fljótlega byrjum við með grænutunnurnar, auðvitað smá gjald fyrir þær en enga síður held ég að þetta sé stórt skref í því að við sem einstaklingar og fjölskyldur og við sem höldum heimili tökum sínum ábyrgð í okkar neyslu. Nú bara svo ég kom inn á það að þá fór ég sjálf til dæmis bara að flokka plast fyrir 2 árum og það bara magnað að sjá hversu mikið plast safnast fyrir á einu litlu heimili á 2 vikum. Þannig að þeir sem hafa ekki byrjað á þessu, ég prófiði þetta í viku og þá eiginlega ekki aftur snúið. Mér finnst svona eiginlega í dag að árið 2015 að þá höfum við ekki afsökun að nenna eða ekki hafa tíma til að sinna því að flokka. Ef við höfum ekki tíma eða nennum því ekki, þá verðum við bara að neyta minna og kaupa minna. Nú, á síðustu árum hefur Reykjavíkurborg lagt mikla áherslu á þéttingu byggðar, að auka vistvænar samgöngur og bætt leiðir til að geta nýtt sér betri samgöngur og það mjög gott. Við þurfum að halda þessu áfram og auðvitað hvetja áfram til aukinnar notkunar á nýjum möguleikum eins og metan og rafbílum. En mig langar að nefna eitt sem að mér finnst stundum gleymast í umræðinni. Það matarmenning eða öllu heldur matarneysla. Samkvæmt Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna kjöt- og matvælaframleiðsla búpenings eða kvikfjárs einn af 3 helstu orsakavöldum aukins útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Og mér finnst umræðan því miður oft á skamman veg komin þegar kemur að þessum áhrifaþætti. Ipsos Mori, mjög skemmtilegt nafn, næstasta fyrirtæki sem sérhæfir sig í skoðanakönnunum í Bretlandi og þeir gerðu könnun á síðastliðnu ári. Og þar kom fram að þegar fólk spurt hvað heldur þú að valdi mestum útblástri eða sé að skemma okkar umhverfi, að þá telur fólk oftast að það séu samgöngur. En margar kannanir sýna það að útblástur bíla, lesta, flugvéla og skipa sé samanlagt jafnvel minni heldur en að völdum kjöt- og landbúnaðarframleiðslu. Samt erum við lítið að tala um þetta. Nú, hvað kemur þetta þá borgum við, getum við spurt okkur. Árið 2009 lýstu borgaryfirvöld í belgísku borginni Gent að þau ætla að hafa einn veggie-dag eða einn grænmetisdag þar sem einungis væri grænmetisfæði á starfsstöðum sveitarfélagsins og eins hvöttu þau nærsamfélagi til hins sama. Þetta var fyrir 6 árum og á þeim tíma sögðu yfirvöld í Gent að ein aðalástæðan væri útblástur gróðurhúsalofttegunda og þeim bæri skylda að bregðast við. Og svo eins væri líka bara hollt fyrir líkamann að hafa slíkan dag og þetta myndi auka fjölbreytni í mataræði og það bara gott og vel. Nú vita líklega nokkrir hér inni að ég sjálf grænmetisæta og þarna ég bara alls ekki að tala fyrir því að allir feti sama veg og ég, síður en svo. En þetta að verða alltaf stærri og stærri rödd að við gerum eitthvað smá, tökum einhver skref við sjálf og við kannski sem sveitarfélag. Og svo ég farið smá popkultúrin, þá Jamie Oliver hefur lengi talað fyrir bættum matarvenjum og farið allan heim í þeim tilgangi og eitt af því sem hann vill meina að allir verða allavega eiga einn grænmetisdag og hefur sérst talað fyrir svokölluðu meat-free Monday eða kjötlausum degi og hann gerir það af því að hann vill skapa komandi kynslóðum betra umhverfi, betri náttúru og betri framtíð. Ég nefni hann bara því stundum þurfum við að hafa einhverju svona þekkt andlit eða til að hjálpa okkur að tala. Það ekki allir kannski að nenna að hlusta okkur til sveitarstjórnarmann. Við erum bara ofta ekkert svona spennandi. Allavega hjá sumum, mér finnst það mjög spennandi. En allavega, það sem ég að segja hér, þið heyrið að þetta ekkert eitthvað óalega nýtt. Í rauninni ekki einu sinni róttækt að mínum mati. Þannig að mig langar að við göngum stór græn skref og stígum jafnvel sama skref og Gent. Af hverju ekki? Verum dálítið galin, hugsum út fyrir boxið og hugsum ekki að það sé ekki hægt eða þá einhverju vilji ekki taka þátt. Það mun alltaf einhverju taka þátt og þeir munu, sá fjöldi mun aukast. Mér finnst að við höfum að vera að tala fyrir plastpokalausri borg. Við höfum aðeins nefnt það en við stígum engin skref í því. Ég líka til að mæla fyrir plastflöskulausri borg. Þótt ég svona með plastflösku á borðinu en þú veist ég bara að segja að við þurfum einhvern veginn að byrja einhvers staðar, það mun ekki gerast á einni nóttu. Og sem sagt, mér finnst að við getum sem borg hvatt til eins dags, helst að það sé sami dagur
þar sem að allir starfsstaðir Reykjavíkurborgar, bæði skólar og mötuneytið ráðhús og allir taka innan eina dag og ég held að sé miklu sterkara ef við veljum öll hennar sama dag. Út af því eins og ég sagði áðan að þá þessi framleiðsla síður en ekki svo að hóta umhverfinu okkar eins og bílarnir. Og af því að við erum að tala um klísjur, að þá langar mig að fara með segja eitthvað sem að Andy Warhol sagði, að þeir segja alltaf að tíminn muni breyta hlutum, en ef þú vilt að eitthvað breytist, þá verður að gera það sjálfur. Já. Það er borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, loftslagsmál eru fjalli raunin ekki bara loftslag og loftslagsmál eru raunin ekki einu sinni bara umhverfismál. Loftslagsbreytingar eru viðfangsefni sem að varða það hvernig við ætlum, við sem byggjum þessa jörð, hvernig við ætlum að tryggja að hér verði áfram byggilegt, ekki bara með tilliti til umhverfis og veðurlags, heldur með tilliti til jöfnuðar, félagslegs réttlætis, aðgengis að fæði, stríðs og friðar, stöðu kynjanna og mannréttinda almennt. Vegna þess að við vitum það að loftslagsbreytingar koma til með að hafa mjög mismikil áhrif á ólíka hluta jarðarinnar, koma til með að hafa mjög mismikil áhrif á ólíka hópa sem að búa á jörðinni, bæði út frá landfræðilegum sjónarmiðum eða út frá landfræðilegri legu en líka út frá bara stöðu fólks almennt. Það er alveg ljóst að fólk sem að býr við þröngan kost í dag kemur ekki til með að hafa það auðveldara ef að fer sem horfir vegna þess að það verður erfiðara að afla sér fæðis og það verður, þetta getur leitt af sér aukna misskiptingu. Þetta getur líka leitt til aukinna stríðsumbrota í heiminum. Þetta getur leitt til þess að flóttafólk verður enn fjölmennara heldur en það er í dag. Fólk mun leggjast á flótta vegna hungursneyðar og veðurs hreinlega og bætast í hóp þeirra sem að ekki eiga heimili í dag og það er ekki eitthvað sem við getum óskað nokkrum manni. Við þurfum að geta tekið, við þurfum að stuðla að því að þessi jörð að við getum öll búið þar sem við óskum okkur að búa, þar sem við viljum búa og þar sem við höfum alist upp, að við þurfum ekki að hrekjast á flótta, hvorki vegna stríðsátaka né vegna ömurlegra afleiðinga loftslagsbreytinga. Loftslagsmálin eru ekki áhugamál, þetta eru ekki gæluverkefni og þetta eru ekki afmarkað viðfangsefni. Loftslagsmálin eru brýnasta viðfangsefni stjórnmálanna í dag. Þetta er eitthvað sem við verðum að grípa til aðgerða varðandi og ekki bara þegar kemur að umhverfismálum. Við erum auðvitað að gera helling og í rauninni má segja að allt sem við höfum verið að ræða hér í dag varði loftslagsmál. Allt sem við höfum rætt að við skoðum orkuverð, auðvitað varðar það loftslagsbreytingar, auðvitað hefur það áhrif á það hvernig við neytum orkunar og hvernig við nýtum orkuna. Samgöngur, mislæg gatnamót, útblástur, það hvernig við notum ólíka samgöngumáta og hvernig við ferðumst á milli staða. Þetta hefur allt saman áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda og þar með á loftslagsmálin. Þessu til viðbótar húsnæðisuppbyggingin, hvernig húsnæðisuppbyggingin á sér stað, hvort að við ætlum að fara í dreifðari byggð eða þéttari byggð, hefur áhrif á samgöngur sem aftur hefur áhrif á útblástur sem enn aftur hefur áhrif á loftslagsbreytingar. Þessu til viðbótar kemur svo auðvitað menntun og velferð og allt annað sem við erum að fást við hér í Reykjavík inn á þessi mál, vegna þess að við verðum að tryggja að hér geti fólk búið við sanngjarnar aðstæður, hér sé velferðarkerfi sem að getur gripið fólk ef þörf krefur og þannig tryggja jafnrétti og koma í veg fyrir að misrétti aukist komi til alvarlegra áhrifa þessara loftslagsbreytinga. Nú,
Ég stolt af því hvernig Reykjavíkurborg hefur verið að bregðast við á undanförnum árum. Við höfum í alvörunni gripið til tiltölulega róttækra aðgerða og þar náttúrulega efst aðalskipulagið sem mjög róttækt og í þágu umhverfisins. Þar erum við að stuðla að vistvænni samgönguháttum, við erum að stuðla að betri borg, við erum að stuðla að minni losun gróðurhúsalofttegunda, en við erum líka að standa fyrir alls konar verkefnum eins og til dæmis náttúruskólanum, þar sem að krökkum kennt hvernig hægt að umgangast náttúruna og náttúran notuð og einhvern veginn gerð bæði aðgengilegri og að börnin nýta hana betur og læra að bera meiri virðingu fyrir henni. Yfirlýsing norrænu höfuðborganna að frumkvæði Reykjavíkur og borgarstjóra og það mjög jákvætt og við mögum vera mjög stolt af því að hafa náð í gegn þessari yfirlýsingu sem við förum með til Parísar eftir 2 vikur og yfirlýsingin með festu líka frábært framtak sem ég vona að koma til með að hafa áhrif. Ég hlakka til að fara til Parísar bæði vegna þess að ég hlakka til að ég vissum að þar geti lært heilan helling og við öll og ég alveg vissum að við komum til með að koma ríkari heim og tilbúin til þess að grípa til frekari aðgerða með alls konar hugmyndir sem við getum framkvæmt en vonandi getum við líka miðlað einhverju af því góða starfi sem að hér hefur verið að eiga sér stað og verið öðrum hvatning. Að lokum vil ég taka undir með öðrum sem hér hafa talað mikilvægi þess að teknar verði róttækar ákvarðanir í París og ég nokkuð vissum að vera okkar þar, þrýstingur og yfirlýsingarnar sem við höfum undirritað og það sem við komum til með að hafa með í farteskinu kemur til með að stuðla að því að eitthvað verði gert. Það hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér loftslagsmálin og ég held að þó það sé vissulega klisja þá sé það ekki ofmælt að þetta sé líklegast brýnasta viðfangsefni stjórnmálana allan heim þessar mundir og örugglega afdrifaríkasta viðfangsefni varðandi framtíð mannlífs á jörðinni, hvorki meira né minna. Og sama tíma manni ofarlega í huga að þetta líka viðfangsefni sem að hvað auðveldast fyrir almenning að leiða hjá sér. Það auðvelt að setja sjálfan sig í þá stöðu að það sé viðfangsefni annarra, kannski okkar stjórnmálamanna, heimsveldana, stórveldana út allan heim að leysa þetta vandamál og það muni svo lítið okkur hinn, það hvað hver og einn leggur til þessara mála. Og vissulega það ákveðin takmörkun á árangri að það sem gert snýst ekki síst hagsmuni komandi kynslóða, barna og barnabarna og kynslóða sem eru ófæddar og eiga eðli málsins samkvæmt ekki rödd eða fulltrúa í samfélagsumræðunni eða málsvara sem að viðfangsefni brennur á. Ég held að eitt mikilvægast og vandasamasta verkefnið í þessari umræðu sé að jarðtengja umræðina loftslagsmálin. Þannig að almenningur hver íbúi upplifi á eigin skinni að hann hafi skýrt hlutverki í baráttunni við loftslagsvandann, hvort sem að það að draga úr sóun, úrgangslosun, losun gróðurhúsalofttegunda með því að velja vistvænni samgöngumóta eða beita sér í frjálsum félagasamtökum fyrir breytingum á vinnubrögðum og stefnu stjórnvalda. Og öll getum við lagt talsvert mikið að mörkum. Mér finnst stundum að þessi mál séu í of miklum átakafarvegi og það menn hafa eytt mjög miklum tíma, menn hafa sóað miklum tíma í umræðuna á undanförnum árum og áratugum í að reyna að berjast gegn þeim niðurstöðum vísindamanna sem hafa komist að þeirri niðurstöðu að loftslagsvandinn sé af mannavöldum. Og það hefur mikill tími farið til spillis út af því. En einir eftir af þessum sjónarmiðum í umræðunni hér á Íslandi samanber umræðuna meinta aðför gegn einkabílum sem við heyrum kannski vikulega í umræðum á samfélagsmiðlum. Og ég held að við þurfum að sameinast það og þess vegna fagna ég því að það góður samhljómur hér í borgarstjórnum þessi mál
að þetta snýst ekki annarkvort eða, þetta snýst ekki einhvers konar átök á milli þeirra sem að eiga einkabíl og hinna sem að eingöngu ferðast hjólandi, gangandi eða með strætó. Ég held að stóri ávinningurinn og stærsta skrefið sem við getum tekið þegar við öll áttum okkur á því að jafnvel þó að það sé til einkabíl á heimilinu og þá getum við lagt heilmikið af mörkum með því að draga verulega úr notkunni. Við þurfum ekki að nota einkabílinn alla 5 vinnudaga vikunar. Það hægt að skilja hann eftir heima 1 eða 2 daga eins og sem betur fer fleiri og fleiri að gera. Nota strætó, hjóla samhliða því að við nýtum einkabílinn og það vitundavakning, það framlag sem að munar Hér hefur margt verið sagt í þessari umræðu og engin þörf á því að endurtaka það, rétt að undirstrika varðandi aðalskipulagið, hvað það mikilvægur þáttur í framlagi borgarinnar og rétt að benda á það að samkvæmt gögnum sem að hafa verið unnin á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins til 2040 koma fram staðreyndir sem við ættum öll að hafa í huga það hvaða veruleika við erum að horfa á hér ef að ekkert yrði aðgert fram til 2040 þá má búast við því að íbúafjöldi aukist hér 70.000 og fjöldi einkabíla myndi að óbreyttu aukast með sambærilegum hætti. Þetta ástæðan fyrir því að menn eru að halda á lofti þéttingu byggðar, draga úr óþarfa samgöngum milli heimila og vinnu, þétta byggð á fjölmörgum reitum til þess að draga úr samgöngum eins og borgarstjóri hefur farið vel yfir í umræðum húsnæðis uppbygginguna hér fyrir á fundinu. Ég tek undir það með borgarstjóra og fleirum að það fer fram úr björtustu vonum þau viðbrögð sem að fyrirtækin í borginni, stór og smá, hafa sýnt við þessu verkefni að rita undir sameiginlega yfirlýsingu þar sem þessi fyrirtæki ganga í lið með borginni við að draga úr losun með margvíslegum hætti. Rúmlega 100 fyrirtæki sem að undirrituðu þessa yfirlýsingu í gær og mér finnst það sýna að það til heilmikill jarðvegur þarna úti hér í borginni fyrir frekari aðgerðum að menn virkilega taki skref sem að munar og við eigum að nýta það í framhaldinu. Og verkefnin eru ærin, það þarf að stuðla að orkuskiptum í skipaflótanum, það þarf að skipta út jarðefnaeldsneyti fyrir vistvænni orkugjafa og að því unnið í þróunarstarfi innlendra fyrirtækja sem og erlendra að sjálfsögðu. Það mjög mikilvægt að kortleggja mengun skemmtiferðaskipa sem að koma inn til borgarinnar og stuðla að því með margvíslegum hætti að þau dragi úr sinni mengun og þar eðlilegt að skoða meðal annars beitingu á grænum gjöldum sem að geta flýtt fyrir orkuskiptum. Hér hefur verið komið inn á hlut skólana og að því við erum í Laugalækjarskóla með þennan fund að þá tek ég heils hugar undir það að þar kannski mikilvægast að við virkjum þann áhuga sem að þrátt fyrir allt meðal barna og ungmenna á umhverfismálum, á aðgerðum til þess að draga úr loftslagsvandanum og það ekki síst í skólaumhverfinu sem að við getum sá þeim fræjum sem að geta valdið og kalla fram ennþá sterkari og afdrifaríkari viðhorfsbreytingu inn á heimilunum. Mér finnst líka gaman að sjá það að ríkið hefur samkvæmt nýlegum fréttum tekið upp fordæmi borgarinnar varðandi grænuskrefin. Það mjög raunhæft verkefni sem hefur gengið út á það að fara bara inn í hverja stofnun fyrir sig í borginni og stíga ákveðin skref, stór og smá, til þess að auka vistvæn vinnubrögð á vinnustaðnum og þetta í samræmi við tillögugerð Alþingis frá 2011 græna hagkerfið sem var stefnumótun í 50 liðum sem var samþykkt einróma af öllum flokkum á þingi en því miður stungið undir stól af núverandi ríkisstjórn sumarið eftir að hún tók við völdum. Fram á við held ég að það sé mikilvægt að við stígum enn frekari skref í að undirstrika að Reykjavík græn borg, græn höfuðborg, bæði í samstarfi við norrænu höfuðborgirnar en ég held að við ættum líka að skoða samhengi við ný skref í lýðræðismálunum í borginni og það væri gaman að sjá að kynslóðirnar sameinast í hugmyndavinnu á til dæmis þjóðfundi það hvernig við getum gert borgin okkar að enn grænni borg með mismunandi útfærslum
bæði fyrir heimilin og fyrirtækin í borginni. Það getur verið svona gott verkefni til þess að halda umræðin á lofti eftir Parísarráðstefnuna sem við bindum öll mikla vonir við. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs nema borgarstjóri vilji ljúka umræðum. Nei, svo ekki, þá umræðum lokið og við vindum okkur í 5. lið á útsendri dagskrá sem